Skátafélagið Heiðabúar í Keflavík fagnar 80 ára afmæli á þessu ári, eitt elsta félagsstarf á Suðurnesjum og þó víðar væri leitað. Einn af máttastólpum félagsins í áratugi Eydís Eyjólfsdóttir og við settumst niður með henni og byrjum á því að spyrja hana, hvenær byrjaði þú í skátunum, Eydís? Já, ég var 9 ára, bjó á Akureyri og gerðist ljósálfur í Valkyrjunni á Akureyri og var þar í held ég 2 ár og síðan var ég skáti á Akureyri og þar kynntist maður fyrst skátahreyfingunni og úti í lífinu og ferðalögum með skátum og lærði ýmislegt. Svo eftir fermingu á Akureyri þá fluttist ég til Keflavíkur. Pabbi minn er héðan ættaður og ég fór strax í skátafélagið Heiðabúa og starfaði þar, ætlaði ekki verið svona 4-5 ár og það var mjög skemmtilegt og þá var maður nú að kynnast nýjum félögum og tók þátt í starfinu eins og það var hér. Fór á skátamót og starfaði bara í almennum flokki. Ég var ekki flokksforingi þá eða í neinu svona foringjarstarfi. Svo fluttist ég til Sandgerðis 1960 og bjó þar í 10 ár. Þá var stofnað skátafélag, eða það var eiginlega endurlífgað skátafélagið Stabbúar og það voru stúlkur úr Keflavík, það var Jórunn Guðmundsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Lýdía Egilsdóttir. Þær stóðu fyrir því, þær voru allar búin að vera í Heiðabúum og höfðu farið á skátamót meira segja erlendis. 1970 þá flyst ég aftur til Keflavíkur og hef búið hér síðan og þá, ég held að verið 1974, þá kom Guðrún Sigurbjörnsdóttir til mín og spurði mig hvert ég vildi koma í ljósálastarfi með þeim. Þá var mjög líflegt starf hjá skátafélaginu og vantaði foringja og það voru margar konur sem tóku það að segja. Það voru oft svona 50 stúlkur og drengir á fundum og mjög skemmtilegt og ég fór í ljósálastarfið. Svo var það árið 1977, þá var Magnús Gunnarsson kosinn félagsforingi og ég var þá kosinn aðstoðarfélagsforingi og var honum til aðstoðar. Svo skeiði það nú, svo sorglega atburður að hann féll frá, svo ungur, og þá þurfti ég að taka við félaginu. Og ég var félagsforingi í 5 ár og það voru 4 ár. Gekk mjög vel og það var mikið starf í félaginu. Og svo hætti ég því eftir þessi 5 ár og var ritari félagsins í mörg ár og síðan var ég gjaldkeri frá 1987 til 1998. Þá svona eiginlega dró ég mig í hlé. Ég hef samt alltaf verið utan í starfseminni og aðeins verið að skipta mér af og átti sem sagt góða tíma. Þegar ég var gjaldkeri þá tók ég við að Birni Stefánsssyni sem hafði verið gjaldkeri í mjög mörg ár og Jón Tómasson, símstöðvarstjóri, var gjaldkeri þar á undan og fjárhagur félagsins var góður því að það var alltaf skeytasala á þessum árum sem hélt félaginu gangandi og sá algjörlega bara félaginu fyrir öllum peningum sem það þurfti. Og það var nú dálítið gaman að segja frá því að þegar skeytasalan var, þegar ég kom hérna fyrst til Keflavíkur, að á fermingardögunum þá voru tjöld út allan bæ, það voru stöðvar sem tók á móti óskum fermingarskeyti og síðan voru þau prentuð og skrifuð í skátahúsinu og þá voru líka margir skrautritarar og við sáum að senda peningaskeyti og þetta var mikil vinna fyrir skátana en gekk mjög vel og hélt félaginu fjárhagslega gangandi. Ég hef lengi hugsað það hvernig hægt að hjálpa til við fjármögnun til að greiða fyrir við lagfæringu á því nauðsynlega í skátahúsinu. Það þarf að skipta glugga, það þarf að setja nýja ofna, það þarf að leggja nýtt rafmagn í húsið og fleira. Og ég og fjölskylda mín, við ætlum að stofna sjóð, afmælis-, styrktar- og framkvæmdasjóð við skátahúsið. Við ætlum að nota tækifæri núna í tilefni af 80 ára afmælinu
og koma þessu í gagnið. Og ég trú á því að fyrrverandi skátar, velunnarar skátafélagsins, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar munu kannski hjálpa skátafélaginu til þess að þetta verkefni geti orðið að veruleika. Og við skulum bara muna það að margt smátt gerir eitt stórt. Og ég hef trú á fyrrverandi skátum sem eru mjög margir því að skátastarfi hefur verið alveg öflugt hér síðan að skátafélagið var stofnað 1937. Og skátahúsið held ég aðal ástæðan fyrir því að skátastarfi hefur verið samfleytt hér í 80 ár. Af því að skátarnir hafa alltaf haft sinn sama stað. Já, það byrjaði þannig að það var 15. september 1937 sem að félagið var stofnað. Helgi S. Jónsson var foringinn og var fyrsti félagsforinginn. En þetta voru 8 ungi menn sem að stofnuðu félagið. Það var Helgi S. Jónsson, Marteinn Árnason, Gunnar Þorsteinsson, Arnbjörn Ólafsson, Ólafur Guðmundsson, Óskar Ingibergsson, Alexander Magnússon og Helgi Jónsson. Þetta voru þeir sem að byrjuðu, stofnuðu félagið og voru alltaf tryggir og trúir og þeir eru allir látnir núna. Svo voru margir sem komu þarna á eftir sem að urðu mjög duglegir og virkir í félaginu og urðu merkir borgarar hérna í Keflavík og sumir fluttust til Reykjavíkur og meðal annars var Gunnar Eyjólfsson leikari. Hann var síðar skátahöfðingi Íslands. 1988 var hann kosinn og þá vorum við á heiðabúar á landsþingi og þá sagði Gunnar þegar hann tók við að verða skátahöfðingi: ég er heiðabúi og ég verð alltaf heiðabúi. Þá færðu heiðabúar honum heiðabúaklút og merkið. Hann var alltaf stoltur að því að vera Keflvíkingur. Telur það voru mikið breyting á skátastarfinu í 80 ár? Já, það er nú ekki hægt að segja annað. Það hefur allt breyst í þjóðfélaginu og líka í skátastarfinu, en auðvitað er alltaf jafn gaman. Og það er þeir sem að finna sig vel í starfi geta fundið bara allt lífið eitthvað skemmtilegt við sitt hæfi. Telur að skátastarf hafi ennþá erindi til barna unglinga í dag? Já, alveg tvímælalaust. Það er náttúrulega svo mikið að gera hjá börnum í dag. Og það er náttúrulega margir í íþróttum og allt krefst svo mikils tíma. En það er náttúrulega ekkert allir sem geta verið til dæmis í íþróttum. Og þá er bara gott fyrir þá að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera í skátastarfi.